Góðan daginn og velkomin í Viðskiptaspjallið. Sigurður Már Jónsson heiti ég og félagi minn Jón G. Hauksson nú fjari góðu ganni. Hann stattur á Evrópska efnahagsvæðinu, ef svo má kalla, einhvers staðar að svona huga sínum málum, eins og það heitir á fagmáli, þegar menn eru að skoða golfvelli suður í Evrópu. Hann ætlar að vera þarna einhver tíma og við vonumst nú til að ná svona samt spjalli öðru hvoru, en til þess að brúa þetta bil þá hef ég nú fengið hér til mín mjög góðan gest, Eld Ólafsson, forstjóra Amarok, sem þó ég leið mér að segja, eitt áhugaverðari og skemmtilegri félögum í kauphöllinni hjá okkur. Óvenjulegt félag að mörguleiti, það sker sig úr. Ég held að við Íslendingar þekkjum eiginlega svona námugröft bara af svona rafmyndar greftri, en þetta alvöru námufélag. Vertu velkomin, Eldur. Takk fyrir það. Mér finnst það athyglisvert, þú nú lærður jarðfræðingur og ég talaði einhvern tíðan við gamlan kennaraðinn ofan úr Sveitum. Þekki mér nú ágætlega til í uppsveitum Árnessýslu. Hann sagði að það hefur alveg þurft að hafa fyrir því að halda utan um þig, en þú hefur verið afskaplega skemmtilegur nefandi. En hvað kom til bara svona að spilja, hverju ferði í jarðfræði? Það blasir við á Íslandi kannski að nógu viðfangsefnin hér. Já, ég gæti, það sem sannleikurinn sá, ég fer í jarðfræði af því að ég meiðist, ég ætlaði mér að vera körfuboltamaður. Ég hefði aldrei getið orðið körfuboltamaður, bæði var ég ekki nógu góður og öðru leyti var ég líka fættist með klumpfót. Þannig það var komin brot í löppina og ég æði mikið. Þú var mikið áhuga á körfubolta. Mikið áhuga á körfubolta og þá þurfti ég að velja mér eitthvað að gera meðan ég var middur og ætlaði mér auðvitað að byrja aftur og þá var ég jarðfræðin, ég hafði gaman af náttúru og hafði verið að smala afrétti og allt þetta en það var númer 1 og 3 að það voru kúrsar á jarðfræðinni, eðlisfræði og efnafræði og annars slíkt sem gátu gefið svolítið frelsi til að velja, svona rumvistölda kúrsa til að velja í framtíðinni. Vissulega hafði ég svona hugmynd jarðhita, ég hafði verið að vinna við bara að leggja hitaveitur í krakki og hvað svona auka vinnu. Þannig að ég hafði svona fljótt áhuga á því, en það var ekki svona, það var svona kannski grunnurinn að ég fór í þetta nám og svo bara þrjóska, það sögðu allir ég myndi aldrei klára fyrsta ári, þetta væri svo leiðilegt og hitt og þetta, þannig að ég var alltaf auðvitað að sýna að ég myndi gera það og svona svoleiðis vatt á vona sig Já, en þegar þú búin að, ég þekkir nú ekki alveg til hlítar starfsfélagiðin, en ég ímynda mér að þú hafi verið til þess að fljótt verið komin kannski ekki í jarðfræðinni sem slíkri heldur viðskiptum tengdri jarðfræði. Jú. Að þú ferð svona fljótt inn á að starfa sem betur verið getum við Íslendingar boðið upp á mörg og áhugaverð störf í kringum jarðvísindi og við náttúrulega höfum þennan jarðhita okkar og þá gríðulegu þekkingu sem það og þú byrjar að vinna á þeim vettvangi. Já, það sem ég fekk alveg gríðarlega mikinn áhuga á var jarðhiti. Og það bók sem að skrifa sem þetta jarðhitabók, hann ekki gefin lengur út sem bara í átalónum. Þannig að þegar ég fann eitthvað svona sem ég hafði mjög mikinn áhuga og ég skrifaði ritgerðinni mína djúpborun. Djúpborun snýst það að það fyrir að bora 3 kilometra, þá borar kannski 5 kilometra og hugmyndin var að þú myndir fá 10 sinnum meiri orku. Vandamálunum við djúpborunum að hún sett á þeim tíma sett á forsendum verkfræðinga og verkfræðinga byggja brýr eftir lögmálum. En í jarðfræði þeir sem setja forsendunar eru, í jarðhita og auðlindum eru þeir sem setja forsendunar eru jarðfræðingar. Alveg svo hagfræðingar setja forsendunar hagfræði, það mjög hættulegt þegar starffræðingar og verkfræðingar fara að reikna út á þeim forsendum, þá getur allt farið í einhverja þvælu. Og það sem var áhört við djúpborunarverkefni að það var mjög áhört verkefni, skemmtilegt vísindaverkefni, en það var alveg fyrir sig að það myndi ekki ganga í sinni mynd. Það að segja að það að bora 5 km staðin fyrir 3, þá myndir þú fá 10 sinnum meiri orku. Út frá jarðfræðilegum forsendum. Það að segja bergið þéttara og meira dýpri, efnafræðin erfiðari og svo framvegis. Og þetta var hægt að sýna fram á með að nota gögn úr gosinu frá Vestmannaeyjum eða stóru megineldstöðvarnar á Austurlandi og svo framvegis. Og þetta var mjög skemmtilegt verkefni og þarna bjó í raun og veru til hugmynd sem snerist það að bora djúpt ofan í jörðina í staðinn fyrir að reyna að búa til jarðhitaholur, heldur bora djúpt í jörðina og frekar að nýta þessu holur sem væri vissulega með hita og dæla köldu vatni ofan í jörðina.
og þá myndum við dæla köldu vatn á jörðina og þetta vatn myndi þá stíga til yfirborðs hægt og bítandi og þá getum við fara að bora í kringum þessar niðurdælingarhólur, framleiðsluhólur, kannski 3 km dýpi, þá verður vökvinn hættur að vera súr, bergi væri búin að brotna því að þau setur kalt vatn í heit og sprengjur í berg og þetta var svona hugmyndin baki verkefni og þetta verkefni seldi ég til Geysis, Green Energy eða HS Orku og þar voru reyndar flestir og svona mér en þetta varð úr þessi niðurstaða og þá fer ég bara fullu í það að byggja upp jarðhitaverkefni og þannig ég koma ungur inn, þannig ég auðvitað settur í elletuverkefnin, það var mest áhugin að fókusra á Skrágeysi og þá var Hitaveita og jarðborinn og allt þetta svona stærstu fjárfestingarnar. Þannig að við hérna sem yngri voru, við fórum í þessi þróunarverkefni erlendis út allan heim, að byggja bara upp stærsta jarðhitafyrirtæki heimi og gríðarlega lærdómsríkt og skemmtilegt og ég vissi ekki hvað var að gera til að byrja með en maður þurfti að vera fljótur að ná utan þetta og þá skipti máli þegar þú fljótur að ná utan og þá þurftur að ná þínu 10 tíma mjög hratt því að þú varst alltaf að berjast við verðinu að fá erlent fjármagn þú varst að berjast við það að hafa betri ávöxtun í olíugeiranum, mæningeiranum miðað við áhættun sem verður að taka og maður horfa á jarðhitann oft sem þú ert að taka áhættu, þú ert að bora á landi olíuborhólu, reyndar jarðhitahólu en samskonar hólu og ert að fá tilbaka ég kann nú ekki að segja íslenskori utility return, þú ert að fá bara svona þannig return á fjárfestinguna þannig að þetta fylgdi ekki alveg risk return jarðhitin þess vegna hefur hann byggður svo mikið upp að ríkjum eða styrkjapenningum og svo framvegis. Þannig að það var svona. Það voru mjög mörg áhugaverð verkefni mitt og ég held að sé ekki ofmælt að Íslendingar hafa mikla þekkingu á verkfræðilegu og jarðfræðilegu hlið jarðhitanotkunar sem mjög sterk og það var orðið til og eru enn starfandi mjög mörg og áhugaverð fyrirtæki. En kannski nú Ísland jarðsögulega mjög ungt land en Grænland það ekki. Hérna, ef við bara svona vippum okkur fljótt yfir til Grænlands, hérna, hvað verður til þess að þú ferði í þennan leiðangur á Grænlandi? Sko, þegar ég var að vinna á Geysi, þá fór ég fljótlega að vinna í Kína, að byggja hitaveitu þar. Þar vorum við með eina hitaveitu í Shenyang, það í Shaanxi hérað sem þessi leirherminir fólk áttu sig það frá Peking það er nú einnig miðjulandi, gamla höfuðborg Kína og þar var hitaveitu sem gekk ekki vel það var ein þær hólur og það var ekki hitaveitu snúðust að bora hólu það er 300 á kostnaðanum, svo leggur lagnir það er 300 og svo setur upp eitthvað dælustöð, þetta er svona nokkurn veginn hvernig þú gerir þetta í húsin þar var að nota gömul hús sem voru ekki gerð fyrir jarðhita og þetta var svona gekk svolítið erfiðlega fyrst. Þannig að við fórum í því að laga þetta allt og það snýrist mikið það bara að kenna fólki að sjóða rör því að ef þau fara að leggja á öðrun árið á fjárfestingu þá er ekki hitaveitan að skila sínu og hugmyndin þar að það kostar svo lítið í Kína en svo breytist það nokkla efnaðu Kína stækkar þannig að við vildum gera þetta þannig að það er gert eins og Íslandi. Þannig að við snerum þessum öllu við þarna í Kína við vorum að vinna í því og stækkum svo hitaveitunum fóru að hita upp Hepi hér sem umliku Peking og fórum alls konar svæðana og það sem var galdurinn í þessu vegferð okkar er við réðum Kínverja sem hefur menntast á Íslandi og það var svo rosalega í jarðhitadeildinni jarðhitadeildinni og mörg hver farið í framhaldsnám hérna og þetta er gríðarlega öflug fólk og ég myndi að það er síðan í Kína með meirinn 1 billjón manns og ef einhver sem kemst inn í jarðhitadeild á Íslandi hann er búin að ná mjög langt og það er ekki spurt fjárhag eða efnahag þetta er svona samrænt rófið landi sem allir þurfa að taka. Þannig að við réðum þau inn og við sögum það er eitthvað kínversku veruleiki sem við skiljum ekki neitt, hvernig kaupin gerast á erinni eins og oft og það er oft mjög erfitt fyrir fyrirtæki. Þið sjáum það, þið viti hvernig við viljum að gera þetta og við ætlum að halda áfram að láta þetta vaksa sem þau gerðu alveg gríðarlega vel. Þannig að við réðum inn af kínverska framkvæmdastjóra, forðafræðinga og svo framvegis og þessar hitaveitur uks úr því að vera bara margar og óðbóðslega vel reknar, óðbóðslega vel hugsað auðlindina, vel settar upp og er alveg, þetta er sko merkilegasta verkefni. Velgengin saga. Já, ég meina ég bý til Orku Energy, fæ hann Haug Harðarsson fljótlega til liðsum til að fjármagna þetta sem ég kunni ekkert að fjármagna, ég var bara einhver tækni sveitarúði sko og svo bara fáum við fjárfestingu inn og þarna eru gjaldeyrishöft inn í Kína, þarna Kína þá að vaksa, Evrópa og Bandaríkin á leiðinni í duftið og við náum að búa til samninga til að búa til put option þannig að við getum fengið fjárfestingu þau baka sem var algjörlega unheard of inn í Kína
með svona 2 mismunandi samninga og setjum þarna í heildina $50 million hann inn sem að þessu tíma gríðarlega mikið á móti sko stærsta fyrirtæki í Kína, Sinopec. Og þú hugsaður út í að Sinopec með 1 milljón manns í vinnu hana, held ég. Þú veist, af hverju eru þeir með einhverju litlu fyrirtæki sem ég stofnað sem heitir Orku Energy og við áttum ekki bót fyrir borun okkur. Jú, það skipti Kínverjunum mjög mála að vera í svo samstarfi við Íslendinga. Þannig er komnið sko kínverskir framkvæmdastjórar, það var ekki eins og við þurftu á þekkingun að halda. Og þetta áttaði með þessu fljóta á, þannig að þetta var að hægt að binda meira og meira að fjárfestingaverkefni og við vorum þá að fá kaup inn í auðlindum hana og láta þetta vaksa og enn þetta í dag og það voru hugmyndir á sín tímum að skrá þetta og þetta er orðið sko flestar jarðhitahólu sem eru boraðar í heiminum þarna, þetta er langstærsta jarðhitaveita í heiminum og verður stærsta hitaveita í heiminum bara ef hún ekki þegar norða, þetta verkefni heitir Sinopec Green, hann hafði tekið upp nafni Casey Green. Já, Sinopec Green, eða svona undir Sinopec og er algjörlega magna verkefni, þú bara raun og við vorum að bora oft í gömul olíusvæði sem við vissum að jarðhita, þannig að áhættan var lítil, jarðhitin var ekkert mjög hár, 60, 70, 80 gráðu heitt, 3 km hólur og við náðum að láta þetta vaksa alveg gríðarlega sko, og mjög skemmtilega. Ég fæ tækifæri að selja minn hlut 2012 þarna bara ég átti ekki bara nema skuldir sko og Haukur viðskiptafélag Hauk sem kemur inn kaupir minn hlut og vil láta verkefni stækka á öðrum stöðu líka sem voru bara hagfellt viðskipti fyrir báðaðalega en þarna það sem ég hafði áttað mig á er að á þessum tíma því ég er hérna og eftir þetta ég veit ekki hvað því munið Kínverjar sko gera fríverslunarsamningu í Ísland það sendur Snædrekin, held að hann kallaðist, Snowdragon til Íslands yfir norðurheimskautið. Íslenski vísindamenn þar, það er farið olíuleit sem við tókum þátt í líka undir öðru leiðisum. Þar eru kínversk ríkisúlega Sinopec með. Það er byggt inn að gríðarlega stórt sendiráð á Íslandi. Og hægt á býtnandi þegar við erum að vinna í þessu, þá er náttúrulega gríðarlegur áhugi á Íslandi en á Íslandi er ekkert nægilega stórt eða mikið eða með nægilega mikið auðlundi til þess að Kínverjar hafa áhuga á. Þetta þarf að vera miklu meiri skali. Þannig að það var alveg auðséð að fókusin var á Grænland. Þar fyrir áttu Kínverjar annarkot í beinni eign eða þá með svo kallan rétt á að kaupa efni í stóru úraníumverkefni sem heit Kvanefjeld. Úraníum og Rerur, þeir áttu í játverkefni, eitt stærsta játverkefni í heimi sem heitir ISUA. Þeir áttu í einu stærsta sink, blý og silfurverkefni og eiga enn. Þannig að þeir voru búin að koma sér fyrir í nokkrum verkefnum hana. Og þannig að þá áttaði maður svo að því byrjuð þessi verkefni frá staði, hvert og eitt verkefni eru svona 2-3 Kárahnjúkavirkjanir. Þetta verður alveg gríðarleg fjárfesting og einhvers staðar verður að búa þessa fjárfestingu til. Þú býr þannig til, þá er það að gera það með fólki. Og það er fólk að byggja hluti og gera hluti og svo framvegis. Þannig skalinn er svo gríðarlegur og ég komst líka að raunum að ég og Alexander K. Guðmundsson við reyndum að kaupa HS Orku 2012-13 minnum að það verið og þá sáum við það að lífeyrissjóðirnir voru nýbúin að kaupa inn á ákveðnu verði sem var minnum með á þeim tíma 5.35 á hlut og við sáum að það var skuldsetning hjá honum Ross Beatty og við sáum fram á það að verðmæti á hitaveitusviðinu sem var ekki metið inn í það sem hét á Magma Energy. Þannig að við buðum að kaupa að honum og ætlum að reyna að fá lífeyrissjóða og fleiri til að kaupa bara sama verði og voru meiri sem búin að vera vilir hjá Seðlabankanum að fá að skipta krónum í dollar en einhverjum hluta vegna á þeim tíma vildu lífeyrissjóðunum ekki fylgja með og keyptu þetta seinna bara, veit ekki alveg, kannski fórum við ekki rétt að því eða eitthvað álíka en það var allir ekki á og eftir það förum við þá ellendis og reyna að finna fjármagn og sem var svo áhört í þeim leiðangri þegar við vorum að leita fjármagn þá sögðu Macquarie banki og allir þessu stóru bankar jú þetta er áhört verkefni þannig HS Orku þetta er kannski svona $200 million díl 20-30 miljardar viðskipti en sko við sjáum ekki fram á að geta gert mörg svona viðskipti það er kannski 1 eða 2 þetta er svona við þurfum að setja okkur inn í lagaumhverfið og þetta er nú ekki verið auðvelt hjá hann Ross. Þetta er bara lítið. Og það var alltaf, svarið var alltaf eruðu með eitthvað Grænland, eruðu með einhvern skallaleik á Grænland. Voru menn þá þegar farnir að... Já, löngu búin að kortleggja og búið að vera fjárfesta frá 2009 til 2012 í Grænlandi en svo svona 2013-14 þá dettu botnin algjörlega úr hráurgerunum. Bæði olíu og gasi sem verður nú til endaloka raunur og olíulitan hérna, bara olíuverð hrinnur og annað slíkt. Það verður líka, dettur algjörlega botnin öllum málmarkaðanum. Þannig Kína fara að hægja á sig töluvert í kaupum á þessu og stýra markaðanum. Og þetta verð, þegar við erum að fara inn í Grænland þarna 2014-15 og
og erum að ná kaupu beignir á mjög góðu verði að okkur fannst og það var alltaf betra og betra en þetta var algjör eyðimerkur ganga í þessum ráðverkir þangað til fyrir svona 1-2 árum síðan sko. Og en þannig að í dag eru verðin ennþá allt á lág með að við sko hvað það ættir að byggja og hvað það ættir að framlega sko. Þannig að það var svona sem við nýtt, þetta er svona ástæðan þetta er langt svar við stuttir spurningu fyrir ekki en þetta var svona ástæðan við fórum að niður. Já. Nei, það er mjög forlið sko það, ef maður eins og umræðin hér á Íslandi núna og það er alveg rétt, Grænland er hvað 22 sinnum stærri en Ísland og hefur þar á ekki yfir sko allt annar í jarðfræði að búa heldur en Ísland en sko tali menn að Ísland sé innviðaskuld þá veltum maður stundum fyrir sér sko innviðinir á Grænlandi að þetta er allt starf sem lítur að vera gríðarlega flókið þar þannig að ég held að við höfum nú alveg rætta hér ég á félagi minn Jón G. Hauksson að það þurfti dálítið mikla djörfung að fara þarna inn og kannski við getum alveg gefið þér alveg kredit fyrir það heldur að þú svona þú ferð þarna inn á óvissu tíma en verði bjóð upp á það en kannski eins og maður horfir á félagi í dag Amarok þá er þetta tekist að mörguleiti ótrúlega vel og ef ég svona les rétt í bæði það sem þú hefur verið að segja og hvernig þetta er byggt upp að þá eru þið komnir kannski í einstaka stöðu á Grænlandi á meðan leið og þetta fágætismálma kapplup er kannski hafið. Við sjáum nú þennan áhuga hjá Trump sem er alveg svona, sko, hann er svona alveg core business, hann svona veit, sko, þó hann tali oft furðulega, þá veit hann hvað hlutinni snúa svona að vissu leyti. Þannig að er það ofmælt að segja að þið séu komni bara í einstaka stöðu á Grænlandi, þú og þitt félag? Nei, við erum sammála því og ekki bara við, ég menna við erum með þjóðarsjóði stærstu bæði, ég minni síðasta hlutafjárútboð sem frú, þá fengum við 36 alþjóðlega sjóði bandaríska. Það fyrir á þessu ári? Fyrir þessu ári í maí og ég menna þetta eru stærstu bæði gullsjóður í heimi, Franklin Templeton, við Dreyfusfjölskylduna, við erum með þjóðarsjóð Danmörkur, lífeyrissjóði Danmörku, breska sjóði og svo frammeðis og það er bara auðvelt að komast að hlutafjárlistan okkar, þá á engin mikið meir en 4-5% og þetta er mjög dreifður og öflugur hópur. Og af hverju er það, jú, við erum stærsti leyfisveitandinn, við erum ákveðin aðferðafræði, við viljum byrja á námum sem eru með hátt hlutfall málmi, þá þarf oft litla fjárfestingu, því ég segi litla, það er náttúrulega ekki lítið í þessum gera og við viljum koma okkur í staðsendingu, við viljum byggja þessa innviði sem þú talar þegar innviðið þegar þeir eru komnir, þá áttu komið alla þjónustu sem þú þarft, gagnvart öllum rannsóknarsvæðum sem þú vilt leita af stórum, annars er það alltaf að byggja þau fyrir hvert ár, sko. Og þannig að þetta er svona ákveð mótir sem við erum að vinna með. Mæning á Grænlandi er eins og mæning alls þar annars þar í heiminum. Það er unni námuvinnsla miklu norðar enn í Grænlandi og miklu erfiðari stöðum. Ef að fólk er tugsum gull, Agnico Eagle, þeir eiga flestar alla námunum þeirra eru í Nunavut eða norðar enn Grænland. Algjört frost, -40 í 7 mánuði eða eitthvað, skilur. Menn byggja bara ísvegi eða koma öllu efnun inn á 1 mánuði þegar skipaglugin er opinn. Þannig að þetta er algjörlega þekkt og þetta er bara verkfræðileg útreikningur á hvað þetta halda miklum byrðum. Þetta er lógistík alls flókin ofta í þessu. Já, og það er það sem það er ekki vegir. Algjörlega, en það er það sem snýst sko, þetta er bara til þess að átta svo Grænlandi, námuvinslanir eins, vinslanir eins, mannskapurinn eins, þú veist, í öllum þessu námum sem ég er að tala þetta, flyttu fólk inn, hvaðan sem kemur á flugvélum og annað slíkt, að þá snýst þetta lógistík. Þetta snýst lógistík og þetta snýst leyfisumhverfi, þetta snýst að kunna vinna þarna og setja allt upp. Og þannig að það sem ef ég hefði vitað hversu flókið þetta hefði verið þegar við byrjaði, þá hefði ég náttúrulega aldrei gert þetta. Og það sem var kannski einhver leiti vann með okkur, var að vita það ekki, en einhver leiti líka er að þetta var svo erfitt og hefur verið svo erfitt að nálgast fjármagn inn í hennan gera. Þegar við höfum náð alla þessu öflugu fjárfesti að verkefnu, bara ég endurtaka aftur, 80-90% af fjárfestingunni í Amarok sem eru núna $300 million eru erlendir fjármunir. Þó svo að eftirmarkaðurinn í Íslandi kaupi bréf og allt það, en þá er það er sem við sótt. Og þetta hefur vanlega verið meðganga, sko, hitt sjóði eftir
2 ár eru að fjárfesta. Fjármögnun í heiminum í dag, allstaðar, síðustu 3 ár, er gríðarlega þung. Við sjáum hlutabréfavísitöluna fljóta sko alveg rosa hátt, en fjármögnun heilt yfir, bæði private equity, er eitthvað ekki á Íslandi en annars staðar, í alls konar minniverkefni er gríðarlega þung. Og þannig að þetta tekur langa tíma og það skiptir máli til að strategis og það skiptir máli að við vorum búin að eiga 10 ára að ná utan með þetta. Og þetta snýst ekki það að heldur þetta á frábær hugmynd að ná heldur þetta leyfi og hvernig við gerum þetta. Þetta snýst miklu frekar það að það tekuði bara tíma að áttaði hvernig leyfi sem við að láta grænlendingana og danina fá traust á því hvernig þú vinnur hlutina, hvernig logistingi virkar, hvernig þú vinnur þetta og hvernig þú vinnur þetta ekki. Ég geti sagt þetta framfyrir í dag og ég geti fengið nánast flest verkefni og ég geti sagt að það er svona hálftíma hvernig ég myndi byggja og hvað það myndi kosta. Við þurfum nú ekki lengur einhverju skýrslur og slíkt. Fyrir 5 árum vissu við ekkert það. Þannig að þetta er farið að verða meira svona leikandi höndar um okkur út af mannskapnum sem við erum með. Og það er rosalega gefandi eftir að hugja en var mjög þungt og logistikin var þyngsti parturinn þar. En nú eru þið sem sagt þið eru skráðir í kaupöllinni á Íslandi og eru líka í litlu málmkaupinni höllinni í London, EMU. Já. Og hérna, hvað hún heitir og það er, félagið er metið á 57-8 milljarða held ég. Hækkaði hratt eftir að koma inn en hefur svona, það reyndar bara, íslenska kauphöllin hefur verið svona, eins og við höfum orðaða, hún hefur verið mjög svona skort sjálfströst hjá íslenskum fjárfestum. Við höfum svolítið notað það orð hérna og það er þetta sérstaka ástand sem við búum hérna við með stýrivexti og hérna svona óvissa sem því miður hefur aðeins heldur verið að vaksa í hagkerfinu. Sumleitið þetta nú alltaf snýst svolítið stjórnvisku, hvort við náum þessu, en undirstöðurnar eru nú góðar hér á Íslandi. En svona að þessu sögðu svona, þú lýsir þið eru með traustan hluthafahóp, þið eru með skráðu með félagi hér á Íslandi, menn hafa væntingar sko að fjármunir komið tilbaka, þið eru hérna farnir að vinna í gull í námu, þið eru með mikið að leyfum, þið eru búin að afla ykkur þekkinga inn í Grænlandi eins og þú lýsir þessu, þið getið brugðist hratt við, þið þekkið hvað snýst, þið þekkið grænlenska stjórnkerfi, þið vitið hvernig logistikin er og annað slíkt. Hvað er svona, ef við segðum svona næstu 3 ár, hvað með fjárfestingar eiga von á að gerist í félaginu? Ég er ekki beðið að lýsa ríkisþróuninni frá degi til dag, þetta er svona... Já, sko, bara, ég held að sko síðustu 3 ára, við horfum það, við skráum okkur 22, endast 22. Já, einmitt. Og það við hækkaðu 80-90% síðan við skráðu, en lítið verið að gera síðasta árið. Já, svona frá, ég meina, það er ekki verið að leiðilegur, en svona er þetta bara. Nei, þannig að það er bara alveg rétt og þannig að það er sko, það sem hefur gerst í félaginu okkar, að við höfum, af því að það er ekki einhver eitt stór hlutafi sem er kannski skuldsettur og þarf að selja og allt þetta, að flestir hlutafar okkar eru langtíma hlutafar, long only, hvað það kallaði. Þeir eru ekkert alveg býð eftir útgöngum eða neitt slíkt. Sko, ekki svona, og ef þeir gera það þá er það kannski ekki meira en 2-3-4%. Já. Og það er bara eðlilegt að menn vinni með það. En það skiptir þó máli líka að hafa minni hlutafa með og skiptir máli þegar þeir ákvarð átt verðið. Það er með allir langtíma hlutafin alltaf bara að sitja og býða og þá er það svolítið þannig að markaðurinn. En þó er það nú þannig, held ég, að í gegnum allir svo sögu þá hefur hérna á íslenska markaðurinn verið þannig að meðan við höfum náð okkar markmiðum, svona innri markmiðinu félagsins, með þennan strúktur sem við höfum sett upp, við bara fórum útskráðu, sóttum okkar fyrir, erum netto skuldlaus, allt þetta, við pössum upp og allt gáfinnast mjög vel. Þá á endanum hefur félagið alltaf náð að búa til það virði fyrir hlutafa árs til árs, þar að segja að verið best performing félagið hérna á Íslandi, vissulega núna hefur það aðeins, en þetta hefur gerst líka áður. Þannig að þetta er eitthvað sem bara við höfum svona minni áhugjur af. Það sem er kannski við íslenska markaðinn, hann er náttúrulega meðal gríðarlega háa vexti, þannig að það er alveg skiljanlegt að mjög mikið af fjárfestum leiti það, ég hef fullan skilning á því og þá er það svolítið okkar fókus að
Hérna heima getum við hort svolítið að vera með langtíma fjárfesta með okkur, lífeyrissjóði, sjóðstýringarfyrirtæki sem geta hort svolítið í gegnum mörg ár. Ég ímynda mér með tímanum og við erum að fara að lyfta okkur af þessum einmarkaði yfir á aðmarkaði í London núna næsta ári. Og er ekki annar ársfjórðungur á annar til þriðja? Við viljum að segja næsta árið, það er örgar að segja þannig. Ég heyrði þið tala um annan hérna í einu viðtali. Þú veist það fer aðeins eftir bara aðstofum, við skulum segja þannig. En jú, annar ársfjórðungur var þið frábæri, það var hægt að gera þá. Og lyftum okkur þar upp og þá bæði erum við teljum við að þá erum við komin miklu nær því að vera fullurframleiðslu en búið til ennþá meira tekjuflæði en við erum að gera í dag og erum komin að þann stað að vera mjög álitlegu fjárfestingakostnaður í breska markaðunum. Þó er það þannig að breski markaðurinn í mæning, hann fylgir ekki breska hagkjörunu. Þegar breski markaðurinn í mæning er með alþjóðlegu fyrirtæki eins og Glencore og svo framvegis og hann er stærstur í dag og þar ég minnir að tala um það séu 70-80% af fjárfestingunni í mæninglutan á breska markaðan eru bara bandarískir eða alþjóðlegir sjóðir og þar líka mikil þekking, þar geta greinendur greint okkur og skilu okkur, við erum að gera hlut sem þegar þekkt. Eru þið að fá greiningar, alþjóðlega greiningar nú þegar? Já, þetta er alltaf, það eru bankar sem gera það og þetta er líka þetta er vegferð sem er nokkuð vel skilg. Þetta er ekki til dæmis eitt mest spennandi félag á íslensku marka Alvotech, gríðarlega spennandi það er svona sem ég hef ótt vorkun hjá þeim er að þeir eru að gera eitthvað sem er svo framúrstefnilegt, þetta er nýtt biosimilar og allt þetta og ég held að það muni taka bara fjárfesta smá tíma að skilja þetta og greinendur en auðvitað verður bara algjörlega frábært félag og stendur sér mjög vel og allt það. Hjá okkur er þetta svolítið, við erum að bara framleiða gull þetta er bara búið að gera þetta í mörg ár eða framleiða einhver aðra málma, þannig að það er kannski einhverju liti... En Íslendingar þurfa satt að læra á þetta, Já, það er rétt, en það sem ég alltaf kannski segja er að mér finnst það ekkit óeðlilegt að Íslendingar og margir íslenski svona fjárfesta sem er kannski horfð til skamstíma, segjum ömmur ávar, séu að velta fyrir sér, herru, við getum fengið 10% vexti eða 5-10% vexti hérna bara svona nánast risk-free, byrju af hverju á ég að vera að gera eitthvað annað, ég er bara alltaf að nota hann hérna á Tenerife eða Golfið á næsta ári, fattur þau? Mér finnst það ekkit óeðlilegt. Eða leita að arðgreiðslufélögum. Eða það, ef það gefur mikið meira. En það er kannski það skemmtilega við að þið eru augljóslega ekki þannig félag, allavega ekki í dag. Nei. En það er auðvitað áhugaverða fyrir íslenska markaðin að hafa félag af þessu tagi, við höfum nú oft rætt þú nefndir hérna Alvotech og Oculus og ykkur sem eru svona óvenjulegu og hafa mikil vaxta tækifæri, en segðu mér aðeins ef þið til dæmis gengur... Ég held að líka í þessum markaði, það bara þetta litla stóði sér jarðfræðingur, þá held ég að sé jafn mikilvægt ef ég er útlendingur, nú er ekki að tala um Íslending og bara, þú veist, ég er ekki að mér finnst öll félögin á Íslandi og mér finnst allir geirarnir óbúslega flottir, vel rekin og flott fyrirtæki, en í svona háum vöxtum og með svona öflug fyrirtæki og vel kapitaliseruð annað slíkt þá bara eigaðu flest að horfa til vöxt og ef vöxturinn er komin hérna á Íslandi þá sé ég bara því ekkert í fyrir sig að festi eða brim eða reytir fjárfest endildis og ég held að við þurfum ekki að vera hrædd við það því að það var eitthvað hrun hérna fyrir 17 árum það er bara með hörku, öfluga stjórnendur öflugt atvinnulíf, öfluga sjóði og þú séu ekki í Danmörku eða Noreg, það er bara fólk vex það sem er eðlilegt að vaxa menn megi ekki, alveg rétt þú nefnir nú ástæðuna fyrir því að menn er ekki gera það er útrás fekk hérna ákveði orð á sig hér á tímabili og það er fullt af fólki sem er mjög viðkvæmt fyrir því að nú að fara að leika þennan leika aftur kemur Já, það þýðir bara ekki hlustu á það Nei, það er alveg hárrið, gott að heyra það frá ungu manni Nei, að því að þú veist, að því að Benny Gísla, hann gerir gott og hann er að staðsetja til dæmis Arion banka og þeir hafa nú gert á Landsbanki, þeir eru lánvendir okkur og Íslandsbanki líka eru að horfa til þess en Benny byrja að tala hann sagði, við höfum áhuga að vera Arctic banki, við höfum áhuga að fara inn á þetta svæði þar sem er ekki bankar nú þegar og vera með þekkingu og allt annað slíkt og það er brotabrót af fjárfestingamöttu Arion banka einhvers þar annars þær en Íslandi, en þeir eru þó að reyna, skilur og það er að því að ég held að Benny skilur það mjög vel, að það er erlendur aðili og hann segir, ég ætla að kaupa Ísland það er náttúrulega langt auðveldast fyrir hann að kaupa bara skuldabréf, þetta ákveður að ég vera að kaupa banka, þá þarf ég að skilja allt pípuverki í banka, ég kaupa bara skuldabréf, en ef bankin er á Íslandi og með vaxta möguleika á Arctic-svæðinu og nú segjum að það fari 10 námur í gang og það þurfa að fjármagna öll fyrirtæki sem ætla að vera að grafa göngin og gera allan pakkan,
þá ertu með aðeila sem skilur svæðið, löggjöfuna og allt þetta og það er einhverja vaxta möguleikar sem dæmi. Nú þekki ég ekki bankareftir, ég ætla ekki að segja það og það er einhver reglugerðir og annað slíkt kringum það. Já, þú þarf örugglega að hitta bankamenn talsveit og oft. Já, nei, en punkturinn minn þessi sko, þetta er eiginfjárfesting og þá þarf að vera vöxturinn sem auðvitað hefur áhættu og það getur verið að vöxturinn, það getur verið að gangi ekki eitthvað upp þarna eða hinum en þetta er það sem mér finnst að hlutabréfi að gera. Það getur verið arðgreiðslufélög en þá ertu bara að keppa við skuldabréf og þau eru, þú veist, það er ekki mjög auðvelt sko. Fulltrúa arðgreiðslufélagar hafa einmitt komið til okkar og reynt að segja okkur hvað þau séu skemmtileg og hafa gert það með ágætum. Já. En það er allir, þetta er alveg rétt, menn þurfa alltaf að takast á við sko sitt eigi viðskiptamódel og finna hvar vöxtur og tækifæri liggja. Já, sko svona status quo er eiginlega ekki endilega valkostur í viðskiptalífi. Nei. Það er svolítið, ef menn alltaf staðsitja sig þar þá eru þeir að færast aftur á bak. Þess að vöxtur er hið eiginlega ástand. En þú nefnir... Sko, við erum að reyna að komast á það stað, okkar mótilið þetta. Við ætlum að vera með tekjuflæði hérna úr Nalunaq-námunni. Sko hún er fulla framleiðslu á næsta ári. Það er eina náman ykkar í dag? Í dag, já. Og það tekjuflæði, við höfum hingað til þurft að safna pening til að rannsaka og leita fílum, við kallum það fílum, stór svæði. Í olíu er nú talað fíla. Og þá gerum við það, þá búum við til eitthvað tekjuflæði. Nú ef við værum að taka allt þetta tekjuflæði og bara skila þetta í fjárfesta og værum það arðgreiðslufélag, er það rétt leið til að gefa ávöxtu fyrir ávöxtu sem menn hafi tekið til að ferja í Grænlands? Ég held ekki. Stóru fjárfestarnir sem eru að koma út í heimi. Allavega ekki ef við erum menn að tala um þessi 3 ár sem ég var að spyrja þau í ráðar. Nei, nákvæmlega. Það er alveg ljós. Ég kemur því, en þá segja þeir, herðu, nei, við viljum þú finni stór verkefni, skilur þú, eitthvað sem getur bara hreyft nálina varandi auðlindabygg og af hverju viltu gera það í Grænlandi? Nú að því að heimurinn það búið að rannsaka hann fram og tilbaka nýstum 200 ár, um okkur og Afganistan og kannski Kólumbía. Og það er ástæði fyrir að Kólumbía og Afganistan er annars þar og Grænland er eins og það er. Þannig að þetta hlutvall að vera að leita á stórum eignum sem er mikil áta, oftast en ekki finnur hann ekki, en það er meiri líkur til við að þú finnir hann að þarna, þegar það er ekki búið að leita út af logistik vandamálu sem við nefnda á hann og þú ert með tekjuflæði og kannski miklu meira starfsemi. Það verður með 130 manns á staðnum, við erum með vélverkja, rafverkja. Erum við 130 manns starfandi? Já, í námunni sko, núna degi fyrir dags og bara millan spinnar og það þarf að halda svolítið gangandi. Þetta er allt í stað. En þið hafið verið að tryggja ykkur, þið er náttúrulega fullt af öðrum leifum. Já. Og þið eru, þetta er gull og þetta er, menn tala stundum um fágætismálma eða hvað það er. Allavega gull er náttúrulega fágætismálmur í eðli sínu. En hvað, sko þessi þróun þeirra leifa sem þið eigi nú þegar, eins og segi, það er engin trygging fyrir það að koma eitthvað úr því, en þið hafi orðið þegar góða þekkingu á jarðsvæði sem svona í heildsinni. Hvernig, og þá er ég aftur að kannski að spyrja um eitthvað tímabil, ekki til að 3 ár, heldur bara svona fram í tíma. En ég get alveg gefið sko 3 ára, á næstu svona 3-5 árum, við skulum horta þannig, þá við ætlum að komast í fulla framleiðslu næsta ári, tekjuflæðið eftir núverandi forsöndum ætti að vera mjög gott þá. Og kostnaðurinn við erum mjög kostnaður í félagið, við stýrum ekki verðunum, við bara seljum inn á gullmarkaða. Nú næsta náma sem við sjáum komast á þann farveg að komast í virkni er Black Angel náma sem við vorum að kaupa. Það er náma sem meiri innviður tilbúin heldur byrjum í Nalunaq og það er í syngi, blý og silfri, gríðarlega hágreitt, samskona verkefni. Þriðja verkefni er Nanox sem við fundum gull í fyrra og við vorum að klára að bora 5.000 metra yfirþaldsvæði og við býðum eftir niðurstöðum úr því. Nú ef að niðurstöðum úr því eru jákvæðar, þá bæði þurfum við mögulega að bora miklu meira, þetta virðist að vera stærra svæði og þá er hægt að nýta vinnslustöðin í Nalunaq, hann er svo eiga 1 hraðfrystihús, flytja efni þannig yfir og auka framleiðslu og það er hugmyndin. Þannig að það með innviðir ykkar nýtast. Já, þannig að þetta er svona 3-4 ára plan, það er þetta úr þessum verkefnum. Það er að segja, Nanoq við höfum eftir að sjá hvað kemur til því, en Black Angel er nú þegar með staðfestan resource. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þetta, við getum nýtt tekjustreymi til þess að byggjundi þetta. Og svo að þriðja leyti erum við með leyfi sem við erum alltaf að rannsaka og við erum með leyfi sem við erum að rannsaka og oftar en ekki erum við líka droppa leyfum sem bara er ekki álitleg og þetta er bara partur af þessu við erum að gera. Þetta gerum við eftir bara tugi gammallar aðferð í olíugerunum og mænigerunum þar sem þú ert með tekjuflæðið, bora 4-5 svæði á ári, kannski 1-5 verður að námu eða 1-10, skilur það er bara eðlilegt.
Þannig að þannig virkað. Svo erum við með stóðgera. Við eigum þjónustufélag sem við erum búin að setja upp. Það er ekki nein tæki eða geta í Grænlandi til að vera með þjónustu, af því að allir þjónustukerni í Grænlandi miðar að því að þjónusta ríkið. Það miðar að færa grænlending eða einhver sem býr í Grænlandi til heima frá sér til Danmörku eða heima frá sér til Íslands en ekki endilega á námustað. Það er ekki tæki til, það er ekki til neitt þess að nýta það sem gera vegna að vera gríðarlega dýrt að byrja verkefni. Besta leiðin til að útskýra finnst mér hérna á Íslandi er að munið þegar við fluttum fyrsta jarðborun til Íslands. Þá fekk alltaf jarðborunir verkefni að það var svo dýrt að flytja annan bor fyrir kannski 1-2 hólur. Þetta er svolítið svipaði Grænlandi. Og af hverju erum við að gera þetta? Jú, við eigum alveg endalust á tækjum. Að við höfum þurft að kaupa þetta allt út í hönd. Það var engin sem var tilbúin að fjármagna þetta fyrir okkur. Þannig að núna erum við farin að nota þetta í okkar verkefni og byrjar að fá spurnum í önnu verkefni líka. Og þá ekki bara... Þannig að þið getið hugsalega þjónustað önnur sambærileg fyrirtæki á tæknisviðinu. Já, og það sem hugmyndin þarna og erum að gera er að við ætlum ekki að vera með mikið mannskap í þessu annað en það, við erum bara að horfa á hráurinn og tækin og við erum með 15 grænlenska þjónustæðala, þeir eiga bara ekki nógu stór balansi til að eiga tækin. Þannig að við leigjum þeim tækin og þeir geta unni fyrir okkur og aðra aðila. Og þetta að hafa tæki og geta viðhaldið tækjum, þegar mann stöðu aftur þegar segir að við erum með 140 á staðnum, við erum með 2 verkstæði á staðnum, við erum að halda mænibúðunum ganga og slíkt og þetta er svo mikill fastur kostnaður sem við getum nýtt í annað. Og þetta hjálpa hvort öðru. Og þannig erum við að horfa til að fá fjárfesta með okkur inn í það verkefni. Þetta þá einhvers konar spin-off félög út úr Amarok sem verður það bara í það þjónusta. Já, það er þegar komið í gang, við eigum það, það er svo leiðis og svo eigum við vatnsaflsfélag sem er að byggja fyrstu vatnsaflstöðuna hliðin á náminu, því við þurfum að reka orkuver á Grænlandi, við þurfum að reka díselorkuver. Þið er að fara í vatnsafli líka? Já, lítil vatnsaflsver, megawatt, hann Ásgeir Markeinsson stýrir því okkur. Og þá erum við komið með verkefni sem öll tengja því að styðja við námuna. Við flytjum inn 8 milljónir kanadíska dollara af olíu ári. Það minnkar 2 milljónir dollara eða vassafleið komið í gang, skilur við. Við verðum fyrsti private aðilinn í Grænlandi sem byggir vassafsver og Grænland er með stærsta potensiali vassafli á norðurhverju jarðar. Þá verðum við fyrsti. Þetta er eitthvað sem þið eru byrjaðir og þetta er eitthvað sem þið ætlið að halda áfram að gera. Já, við erum að hanna þetta og þetta fyrir byggingu svona enda ás 26-27. Þetta er ekki stórt verkefni, 5-6-7 milljónir dollara. En þarna erum við komin með leyfin, komin með höfnina, komin með vegina þessu, erum með alla innvið til að gera þetta. Og hvað ertu þá komin með? Jú, á 3 árum, næstu 2-3 árum, ertu komin með félag sem er í gullvinnslu, er að rannsaka og þróa kritiska málma, er með all tækin og tólin til að geta þjónusta þetta sem á vatnsaflsverkefni og er búin að byggja fyrstu vatnsaflsorkuveri til þess að þjónusta þess að gera. Og hvað hugsaður Grænland þegar þú ert að horfa á Grænland? Hugsaður 1, 2 og 3, það er orka og málmar. Þetta er það sem Bandaríkjamenn, Evrópusambandið, Danir, allir eru að leita eftir. Og þá erum við með eina exposureinn á Grænland. Ef þú ætlar að fá exposure á Grænland, þegar þú segir exposure, aðgang, er það aðgang? Það er bara að segja, ef þú sem fjárfesti, segjum þú sér stór, við fengum Sapa. Komið með símanúmeri hjá þig. Þú veist, þetta er náttúrulega það sem hann er að horfa til. Algjörlega, og við erum auðvitað í viðræðum við US Exim og DFC og alla þessa sjóði, sjálfsögðu, þetta við erum einu sem hefur byggt námaðan, það er líka það þekkingin þetta er það bandaríska ríkið, basically. Er þið viðræðu við bandaríska ríki? Já, bara það er verið að velta fyrir sér auðvitað hvernig á að byggja námur, hvernig á að gera þetta meðgörðan, það eru önnu verkefni við þarna, en þú endanum þarft að taka úr skófluna. Tengist það þessum nálgun Trumps og hans manna sem þess vegna komin í þessa viðræðu? Já, þessa viðræðu hafa verið lengi, það var alveg undan því, en auðvitað byggis á því að uppalega 2017 þá vekur hann athygli á þessum potensial. En það sé kannski, og þetta er ekki fréttnandi eða einhver markað, þetta er bara eðlilega viðra við þessar agencies. Af því að það sem fólk vil tryggja sér, það vil tryggja sér aðgang af málmum til þess að geta undirbyggt sinn eigin efnahag til þess að vera ekki á háðir kynverum. Og það er bara algjörlega morgunljóst og ég veit búin að vera að hamra þessi skilabóð. Ég veit alveg hvernig það byrjaði, því ég byrjaði hérna að tala um orkumálun í Íslandi, þá er allir, hann er bara einhver rögludallur og hann slíkt og svo kemur þau ljós. Svo byrjaði ég að hamra á því að krítiski málmar og sérstaklega eru skiptu heiminn máli. Og hvað kemur í ljós þegar Trump setur núna tollan á Kína? Þeir stoppa reröð
útflutning, germeini og slíkt og það bara eftir 3 vikur þá ekki hægt að reka bílaverksmiður. Skilur, þú veist þannig það hefur alveg gert sko að nú bara fágætismálmar eins og orðið tískorið, það þekki allir allt í þetta orð sem segir náttúrulega eitthvað umræðina að þetta bara orðið svolítið lykilatriði til að skilja alþjóðlega stjórnmál og alþjóðlega efnahagsmál og hvernig það þróast núna þannig að ég menn hafa sagt við mig að Eldur svolítið, hann er bara lykillinn, þú varst að segja það hérna kannski áðan, inn í Grænland sem þetta Þú hefur tekið sér svolítið að koma ykkur í fágætis stöðu gagvart þessum fágætis málmum. Það var líka alveg hugmyndi. 2017 þá segir Sigurbjörn Þorkelsson einn af hlutum og stofnendum Amarok og stjórnarmaður. Hann segir við þurfum að verða fyrir ekki nú dænskóri exposure á Grænland. Það sem ég á við með exposure, þú ert fjárfestur og segir heyrðu, Trump vil kaupa Grænland, Evrópusambandið er á 2-falda fjárflögunni, hvernig get ég keypt Grænland? Þú getur ekki keypt skuldabréf. Það er eitt félag sem er skráð sem við getum fengið svona alvöru exposure sem við telum við, það eru fleiri skráð félag þarna en svona, og þú manst nú hérna fyrir hrun þegar menn vildu fá sama exposure á Pólland, þá keyptu menn símafélög þetta er svona svipað en skilur þetta er það sem menn gerðu, menn fundu hvernig geti fengið einhvern veginn þetta pólska ég kaupi ykkur félag sem skrá, oft voru það símafélög fara inn á, leið þá inn á vanlegan marka það sem að mæta óvinnulegs vaksta hann að þú veist mikið að þessum fjárfestumannslít er að leita hvernig geti ég fengið einhverja tengingu við þetta land og þetta er þá eina leiðin til þess, eina fáun leiðin til þess og það er svo staða sem við ætlum að koma okkur í og þú kemur þér ekki þá stöðu bara með að kaupa upp leyfin eða bara með að ég tala einhverja góða sögu þú kemur að því að þú physically hefur tekið skóplun og byggt þetta og gert þetta og farið í gegnum allt það sem þú ert að gera og þú gerir mistök og þú átt einhverja sigra og svo framvegis þannig að þetta er mjög langtíma verkefni og sérstaklega þú ert í heimi þar sem tæknifyrirtækin ráða öllu þau bara hafa það er bara algjör fókus á einhver, ég veit ekki, 5, 6, 7 tæknifyrirtæki og restin svolítið sittur eftir og þannig að það er tölvöld flókið að komast á þessu stöðu þú veist að alveg Þið finnst þetta ekki alveg eðlileg hvað maður að segja, hérna lýsing á þeim verðmætum sem að í starfsemi felast eða? Nei, ég menna þú horfir á gullfélög í dag, þau eru kannski metin á 5 sinnum earnings en tæknifélög eru 30 sinnum Já, það er meira sko. Og það er það sem er held ég vandamál í þessu og ég er ekki að tala niður tæknifyrirtæki og ég er ekki að tala niður ung tæknifyrirtæki, þetta er bara allt gott að blessa en það sem ég reynda að minnast á þetta þegar þú tökum minna bróðum minn hann körfóltamæður, hann sagði alltaf heyrðu þú verður Íslandsmeistari þá það skemmt þær í heila viku til að láta líða þessu hvernig þeir eru Íslandsmeistari svo ertu með montréttin í ár þetta læra hann að Sigur Ingimundsson í Keflavík og með montréttin, þá getur þú, ef ég vinn því Íslandsmeistari þá getur ég bara sagt við því heilt ár ég er bestur, þá getur ég tapa sko. Þá þarf ég að hætta því og tæknifyrirtækin hafa haft þennan montrétt svolítið og það sem hefur gerst, að fjárflæði hefur bara farið þarna alveg endalaust inn og það hafa allir bara guðmugóður þessi forritari hann bara lítur að skilja bara hvernig atómið búið til en hvað hefur eitthvað app skilað okkur? Þú veist, hvað hefur Instagram skilað okkur? Eða Facebook skilað okkur? Eða tölvuleikir? Ég sé ekki þetta gríð þessi félag áratala búið til alls sem ekki cashflow þau hafa gert það sem fyrirtæki sem fyrirtæki en ég er að pæla sko okkur sem mannkynni og þá fara allar að velta fyrir sig þarf ég á svo að halda og hversu mikið skila en það sem ég á við sko þau eru kölluð tæknifyrirtæki það er alltaf leið að köllu þetta bara auglýsingafyrirtæki eitthvað og þau skila fínu en þú veist en tækni hvað er þetta að skila okkur þú veist og þess að ég segi þetta skilur okkur kannski því að þetta auðveldar einhver litið þá hluti sem eru nú þegar að gera þú veist, þú ert ekki lengur að nota kort og nota Google Maps eða eitthvað svona og þetta sama við allar þessi AI-umræðu þú veist, fínt það veit engin nákvæmlega hvernig það spilast sturta bara peningu þáka inn og í vonum að eitthvað gerist að því að sko tæknifyrirtæki þau búa til svo mikið pening og ef þau sýn ekki fram á að þau séu að fara að vaksa 30, 50, 60 allar þessar marghaldara með því dömpa nú mikið inn í eitthvað sem engin skilur sem er þetta AI akkur á ég þá fara að réttláta þessar marghaldara og þá gerist það að hinn félögin, físíski heimurinn þegar hann bara eðlilega gleymist þetta gengur svo vel sko og þetta er ekkit regulatað og allt þetta dót sko og menn eru með montréttin sko og þá bara þú veist þá er bara mæning skítugt og orka og fara að gera eitthvað vassa þetta er bara vitleysa og svo ertu bara á Facebook bara haha þú veist þetta er ennþá ekki þvæla sko og þetta mun einhvern tímann jafnast út og vonandi gerist það ekki of drastíkt en einhvern tímann mun þetta jafnast út það er erfitt að sjá það, þetta tæknifyrirtækin búa til svo mikið penning sko, vissulega
en þetta hefur gert það verkum að það hefur verið svo rosalega mikil undir fjárfesting, við höfum séð þetta á Íslandi í orku, en annars staðar í heiminum er þetta bara í að leita málmi, finna málm og svo framvegis. Þannig að ef við tökum öll út úr huganum AI, við tökum öll út úr huganum rafmagnsbíla og hugsaum að það mun einhvern veginn sprengja upp það allir þurfa að málma, við skulum bara sleppa því, algjörlega, við skulum ekki hugsa neitt nýtt og við skulum bara hugsa það að einhverjar aumingjar sálir sem eru fátækar verða aðeins efnaðri og vilja bara byggja sér hús, þá þarftu 200 kílógramm að kopar í það hús. Eða þú þarft að byggja línur eða álón á þaki og orkuver og svo framir og bara sá vöxtur að því við höfum ekki leitað að málmum eða byggt upp næði orku eða byggt upp næði innviði, þá eru námundunum dag, það er ekki til nóaðum til að bara halda við þeim vexti að fleiri vilja komast úr fátækt í svipa líf og við búum á Vesturlöndum. Og þetta er vandamáli, af því að það er bara menns að við þurfum ekki að halda og hafa nóa þessu og lágu verð og svo framvegis, sko. En ef ég aðeins tek því aftur í tímaröðina, ég ætla ekki að festa með þessu 3 ára, það er bara svo frestandi að þið eru búin að vera í 3 ár skráð, en sko þú listaður upp ágætlega þessi prótett sem þið komið að, sem námuvinnslan og orkuvinnslan, þekkingar, þekking ykkar á geiranum og útlega á slíkri tækni. Hvernig sérðu, þið eru með 140 manns núna, þið verðum líklega að flytja svolítið mikið af þessu fólki inn til Grænlands. Hvernig sérðu fyrir bara næstu árin að þessi þróun? Þú talar spin-off eitthvað af þessu sem þið eru svona þegar með, en hvernig sérðu fyrir þér að þetta vaxi hvað hratt á næstu árum, sko? Já, til að gefa þér svona einhverja tölur, ég skil það vel, við höfum nokkra reynt að vera, gefins lítið við getum að því, til þess að bara svona að leiða okkur. Fáið sér hlusta hérna. Nei, bara, en ég get sett þetta í svona conceptual form og nú er ég ekki að tala endal nákvæmlega næsta árum, við skulum segja næstu 3 árum, bara svona til þess að gefa þessu, að vinnsluplantið okkar, sko, við erum núna 140 manns á staðnum, við verðum svona 80 þegar við erum bara í beinni vinnslu, okay? Og svo á sumrin þegar við erum að rannsaka þá kemur inn fólk og fer út fólk, það er meira svona verktakavinna, bara til að setja þetta í rétt samhengi. Nú, vinnslan okkar, hún á að vera að skila og er að skila þetta 300 tónnum á dag. Þá þarf að koma 300 tónnum námunni sem eru berg inn í vinnsluna, sem er stórt vinnsluba, sem er með millur og allt þetta, 300 tonn á dag. Og við reiknum með það sé svona 27 dagar í mánuði hjá okkur, af því að það er alltaf einhverju niðurdagar út af viðhaldi eða veðri eða einhverju. Þannig við reiknum þetta svo leiðis og það eru svona 100.000 tonn á ári. Nú þegar það eru 100.000 tonn á ári þá reiknum við með að gulli sem er í þessum 100.000 tonnum við séum að ná þegar vinnslan er fullbyggð 90% af gullun út. 10% fer í efni sem fer bara aftur neðar að þau eru búin að móka út. Nú ef að bergið hvert tonn er með 14 grömm þá eru það 50.000 ári. 50.000 ári í söluverðum þetta eru 190 milljónir US$. Ef það er með 10 grömm þá er það 30.000, skiljið. Þetta er svona, það skiptir máli hlutfall, þess vegna borum við svona mikið til þess að geta búið til þessar áætlanir. Nú kostnaður þegar við erum bara í heildarkostnaðurinn af félaginu þegar fjárfestingar eru búnar og þær eru að klára svona næsta fjórðungi, heildarkostnaðurinn er reiknað þannig, hann er mæningkostnaður, það er vinnslukostnaður, processing plant, það er það að vera þarna, við kallum það hótelið, bara allt að vera með olíu og allt þetta, það er head office kostnaður og þessi kostnaður, hann er áætlað svona $5 milljónir á mánuði, 5-5,5 milljónir, allur kostnaður í félaginu sem er í heildina $60 milljónir á ári. Þannig að tekjuflæði getur orðið mjög stekt, þetta er komið í fulla vinnslu. Og það er háðu auðvitað verðum, núna verðið 3.900, auðvitað verðið lækkar, þá lækkar eitthvað tekjurnar, en kostnaðurinn er svolítið fastur, skilur við. Þannig að kostnaðurinn er eitthvað sem er 50-60% fólk og svo kemur olía, sprengiefni og svo allt það fyrir neðan. Er dýrara fyrir ykkur að sækja, hvað maður segja, únsuna gulli með að við námu í Suður-Afríku? Sko, náma í Suður-Afríku, tölum bara þróunarlönd, þar er kostnaður á fólki svona 30%, í námum á Vesturlöndum eða Noregi, Svíþjóð. Þú meina mannafli bara? Já, mannafli, hann er svona 50% kostnaður. Þetta er bara svona world average. Þannig að það sýniði munin. Námur á Vesturlöndum eru oftast mannafsfærri, meiri tækni og svo framvegis. Þannig að það hefur að segja.
og svo það sem kannski fer mest með kostnaðin per unsu sem þú deila spurum, það fer eiginlega mest eftir gæði efnisins. Það að segja, hversu hátt hlutfall af málmi á hvert tonn. Aftur, bara í berginu. Í berginu, þannig að þú getur rétt ímyndaðir ef ég þarf að nota jafnmiklu orku að taka 1 gram versus 15 gram, þá er náttúrulega miklu dýrar að taka 1 gram heldur 15. Það að segja, þó að fasti kostnaður séu sama, ég meika sens? Já. En ok, býtu, þannig þá komin einhver á næstu 3 árum, að því að við munum vinna okkur upp í þessa framleiðslu og við munum ekki gefa gætis í febrúar næsta ári fyrir allt næsta ár, eða síðustu 3 fjórðunguna, sem eru svona okkar fyrsta fullir vinslu og við munum vinna okkur upp í þessa tölu. En það sem við vorum að segja, svo verður eitthvað tekjuflæði til sem tölvöld gott þarna þegar eftir okkar áætlunum og það hluta því tekjuflæði munum við nota auðvitað því að byggja næstu námu og þróa næstu svæði og rannsaka og láta félagið vaksa og nýta staffið okkar í að helst að vera að byggja eina námu í einu það er orðið þekking vegna þess að námuna tæmast líka algjörlega og líka þekkingin fer hratt. Þetta er þetta sem við erum svo hrætt við á Íslandi ef að menn hætta að byggja jarðavirkjanir. Það er ekki lengur neitt Guðmundur Hagalín eða Grímur Björnsson eða allir þessi menn sem eru eldri en þú, orðið meiri svona og ekki þú gamall, fyrir ekki en fyrir þú bara mistur þekkinguna og til þess að læra hluti í þessum gera, þá þarftu bara að bora og þú þarft að hafa hreiðja til þess að geta borað, annars bara borra enginn annars er einhver Excel En hvað er sko bara, ég nefndi hér áðan Grænland, þessi næsti nágranni okkar og ég meina það sést yfir til Grænlands með þess að það er svona umdeilt reyndar það verður ekki alltaf einu máluð þá hvort það sjáist yfir Grænland en þó sko þetta er gríðarlega stórt land og þannig að ef þið náu þessu sem þið eru að vinna sem ég hef fulla trú á gerir þá er Amarok félag sem að mun bara starfa kannski á mest spennandi svæði í heiminum varðandi námugröft. Já, við teljum það og Arctic svæðið er langt spennandi svæðið. Það eru allir að íta fjárfestingum sinni á Arctic svæðið. Þegar þú talar Arctic, ertu þá að tala norðurhluta Kanada eða? Já, ég meina það er náttúrulega ógrynna námur í Rússlandi. Miklu norðanum við. Það er svona utan seilingar eins og hins ástandið er núna. Norðurlegs nikul, gullnámur og svo framvegis, en það er náttúrulega eins og þú segir utan seilingar, en Kanada, Alaska, þetta er verið að byggja námur bara B2 Gold, gott dæmi, þetta er félag sem framleiðir milljón úrsur, helmingurinn í Mali, sem er ekki dvolega gott, þetta eru þeir verðmetir á 0,4 sinum af og Það er ótraust, þú segja okkur að ég menna það bara var traustu stjórnkerfi inn í Grænlandi en það er ekki traust ég menna það bara verið að taka námuna af Barrik í Mali og ég held að helmingurinn af starfsmönnum var settir í fangilsi þetta er bara það sem menn búa við þannig að það er ekki takt að orðið lengur að treysta og þessu kemur alltaf ný stjórn og það er einhver þvæla sem fyrir gang þannig að menn er bara að segja þú þarft að vera á Arctic-svæði af því af hverju, þarna er nægilega mikið af möguleikum og þú veist, að díla við kulda eða eitthvað, þetta er bara lógistíkunarmál. Þetta er ekkert, þú veist... bara tæknileg og verkfræðileg úrlausnarefni. Mannfólki er miklu flóknara. Já, það getur eftir ímyndaðir. En þetta búið að vera mjög gaman að fara yfir þetta meðreildur og hafi ég haft trú á þessu fyrir þá að margvæntastæðil. Eitt sem ég langar að spyrja þig, svona, að því að við sittum nú hér í Reykjavík, höfuðborg Íslands og Grænland er okkar næsti nágræni. Hvaða tækifæri er eiginlega fyrir Ísland? Nú er Amarok skráði hér í íslensku kaupöllinni. Þið eru þetta að leita fyrir ykkur annar staða líka. En hvaða tækifæri eru fyrir Ísland bara til að þjónusta Grænland með aðskiljanlegustu hluti? Stundum ég hef nú heyrt menn segja það var nú ágætt að hafa bara Reykjavíkurflugvöll bara til þess að eiga samskipti við Grænland ef út í það er farið en bara það að þjónusta á svo mörgu sviðum vegna þess að grænlendingar eru ekki nema hvað rétt tæplega 60.000 þó við séum ekki margir Íslendingar þá erum við talsett fleiri og hefur kannski innviði miklu allt öðruvísi og öflugri innviði. Hvernig ættu við að nálgast þetta við Íslendingar? Er ekki mikil tækifæri fyrir
íslensk fyrirtæki og íslensk stjórnkerfi að... Já, bara, þú veist, hvað erum við Íslendingar góður í? Við erum góður í, við höfum byggt hérna á síðustu 40-50 árum innviði í orku, vegum, öllu þessu stóti. Við kunnum þetta. Já. Og ef við tökum Amrox sem dæmi, við erum að nota Icelandair, þeir flytja starfsmenn, taka 2 flugi í mánuði, flytja 50, 60, 70 manns. Við erum að nota Eimskip, þeir flytja alla vörun okkar. Við erum að nota Verkís. Við erum að nota köfunarþjónustu í flotbryggjur. Sko ég geti bara, þetta er bara 50 fyrirtæki. Það fyrir þig er einfaldast að fara til Íslands og fyrst. Ekki einfaldast, það gæti alveg verið frá Maine eða Kanada, ef við værum þannig ekki búsettir hérna, en það er nokkla landfræðileg staða sem gera verkum að við getum unnana. Nú, Landsbankinn er með lítið lán hjá okkur, þeir þurfa að skila lagaumhverfið, lögfræðistofur og svo framvegis. Þetta eru $200 miljónir verkefni. Þetta er lítið í mæning. Þú veist, flest námuverkefni eru kannski 2-fold stærri Kárahnjúkavirkjana. Þú sást nú hvað Kárahnjúkavirkjun gerði fyrir íslensk efnahagslíf. Ímyndað er að íslensk fyrirtæki væri gangnagerð eða bara komið með matinn eða ímyndað er við byggjum upp, við erum með gámaeiningar sem við gerum kamp sem er svo hótel sem, þú veist, við erum með stólpa á Íslandi, þú veist, þetta er allt þetta og þetta eru alvöru hlutir, alvöru fjárfestingar, tölvukerfi, bara, þú veist, þegar þú byggir námu, þá byggjum við höfnina, veginn, brýrnar, vinsluna, við byggjum hótel fyrir 120 manns, við þurfum að koma matonni, allt, við erum með læknastofu, sko, allt annað, þú veist, allt þetta, þannig að þetta er svo ótrúlega mikil áhrif og þá er spurning, þeir eru eins og þú segir 50.000 manns og þeir hafa bara ekki vinnuafl í þetta, hvar á vinnuafl að koma og í gegnum hvað, það verður ekki allt Íslendingar þeir eru ekki vinnuafl og þeir eru ekki fólk heldur til að þjónusta akkurat máli og þeir hafa hluta til en þetta geta löndi gert saman og þess svona að það fyrir íslensk stjórnvöld og grænleg stjórnvöld og kannski Færeyinga að búa til fríverslunarsvæði, efnahagssvæði og verða þessu ofboðslega sterkur stöðugögn til heim. Sjáðu hvað, það var nú bara fundur í dag. Evrópusambandið 2-falda fjárútlát til Grænlands. Bandaríkjastjórn, fókus á eignast Grænland. Þú veist, þetta er það sem veitur okkur mestan möguleika alþjóðlega að vera nægilega nálægt Grænlandingum og þá eru bara hlutir eins og að útvega lækna eða kennara eða þú veist, flugumferðarstjóra, þú veist, oft er þetta bara þjónustan, sko. Og hún er auðveldur svo hérna. Veistu til dæmis af hverju margir ekki átt að segja því, af hverju flýgur Greenland frá Kangerlussuaq yfir Ísland og til Árabólgar? Meikar enga sens. Við erum bara að kynna okkur sem hub fyrir Norður-Atlantshafsflugið, en þeir fljúga bara yfir. Ef þú pælir eftir því, þá er eitthvað svona, það er ekkit endilega því að Danir er eitthvað svona, við ætlum að fá allt til okkar. Þetta er líka bara flugmennir, þeir vilja bara sofna í Danmark, við vilja bara ekki búa í Grænlandi. Þú veist, eða flugumferðarstjórarnir vilja ekki fara þangað. Þannig að við búum hérna úti á Ballarhafi og erum vön veðrum og myrkri og allt þetta. Þannig að við höfum svo margt svona fram að færa. Já. Er ofsatt að segja að Grænland gæti verið okkar stæðsta tækifæri? Nei, það er bara, það er algjörlega klárt mál. Og ástæðan fyrir því, þú veist, þetta liggur svo vel við af því þetta eru físíski heimur sem allir þurfa að halda. Ef þú þarft vassafl sem er beislótorka, Grænland. Ef þú þarft þessi eiga í gagnaverðarganga, Grænland. Hvað er það að gera það annars þar? Mali? Nei, þú vilt ekki gera það þar. Þú vilt gera þetta á Vesturlöndubauksstaðar. Þannig að þetta er þetta stóra tækifæri sem er fram á okkur og við erum í svo óbáslega góðu stöðu til að nýta það. Já, þetta er ég held að þetta sé nú bara frábær loka orðeldur og ég þakkaði mikið vel fyrir eins og ég sagði á hana hafi maður haft trú og áhuga á félaginu áður en þú komst, þá held ég að það nú ekki dregið úr þessu við þetta og þó spurði ég náttúrulega mjög margra gagnrýna spurninga. Já, það má alveg. En þetta það eru gríðarleg tækifæri og þetta er kannski félag sem að Íslendingar þurfa að læra inn á, þau þurfa að læra að skilja og til þess er umræðan, þannig að ég held að það verið mjög gagnlegt að fá því hingað til okkar til þess að ræða þetta. Takk mikið vel fyrir. Takk fyrir að koma. Nei, takk fyrir að fá mig, alltaf segja.